Við erum velkomin í Kastalan, við erum hérna Arnar og Gauti. Það er fallegu dagur. Ég vil kalla mig Hvað? Herra Gauta. Herra Gauta? Já. Ok. Við erum hérna Arnar. Það sem ég á núna flugfélag. Þú átt ekkert fucking flugfélag. Maður færa rauk fyrir því. Ok, færðu rauk fyrir því. Gerðu það. Það má færa rauk fyrir því. Ok, já. Ég vil bara, ekki. ég er að gefa þér leyfi, þú mátt það. Gottum með það. Já, maður náttúrulega bara situr við saman borð og forstjórar Icelandair. Hvað er það að segja? Maður náttúrulega bara við á strákunir og náttúrulega kaupa flugfélag. Varstu að kaupa hlut í Icelandair? Já. Halló! Ok, segjum frá því. Ég veit... Get ég gert það? Nei, ég held ekki, nei. Ég held að sé búið. Og ég segir hvað er eiginlega... Keyptur hlut í Icelandair? Já, bara sko... Viltu segja þættunum hvað þú keyptur mikið? Nei. Ok. Ég vil það ekki. Þetta er ekki mánaðalön eins og sko, sem að fara í þetta. Ég segja þér, það voru 4 strákar sem ég þekki, sem voru á skrifstofunni hjá mér. Já. Og þeir voru búin að spá í þessu lengi og voru búin að gera einhverja alls konar útreikninga og skoða keldan.is sem þú getur skoða elska kelduna. Svona gröf. Hvað með að fá einhvern podcastala banner á keldan.is? Já, hvernig var það? Það er. Og ég í raun og veru, ég ætla ekki einu svona að reyna sound eins og ég sé einhver mastermind businessmaður sem ég er ekki, sko. Nei, það er gott. Ég held að það er mikilvægast að sé að ef þú átt smá peninga, þá er bara að spyrja þetta fólki. Þú þarft ekki að vera upp til þetta keldan bara svo ef þú þekkir gaur sem er alltaf... Sko, ef við höfum að vera komplett honest, þá er þetta búið að vera versta peningár hingað til, sko. Fyrir þig persónulega? Já, bara fyrir flesta í tónlistabransanum myndi ég svona halda að... Já. Og fyrir flesta sem að tengjast tónlistabransanum eitthvað hátt, þá er þetta búið að vera ágætlega... Að minnst ekkert spes. Ekkert sérstaklega gott. Nei, og ég gerði mér þess að þau mistök sko daginn að opna Excel, ég með skjal sem heitir málmálana, þar sem ég skrifa niður öll giginn og alla prósentskiptingar og svona dót, sko. Og ég tók saman öll þau gig sem voru bókuð og skoðaði síðan töluna og þetta var svo ógeðslega súrt að skoða þetta og sure enough done it, sko. Og líka að vita til þess að það er náttúrulega fullt af bókunum sem að komu ekki inn út af því að það er búið að vera ástand í gangi, sko. Þetta ekki að hugsa svona, maður. Nei, það er samt alveg fínt að, sko, að segja hvað mér, þetta árið búið að kenna mér. Þetta árið búið að kenna mér að vera bara svona aðeins meira humble og fatta líka maður sé ekki, untouchable, sko. Nei. Og þá er ég ekki að tala eitthvað svona ég hafi verið á háum hesti fyrir þetta meira bara, maður er búin að vera í einhverju atvinnugrein síðan 2014 bókstaflega hætti eftir að við hættum í Kastalanum 2014 þá tók bara við tónlistarkarriér, sko, rapplífið og það er bara fínt og ég samt fyrr ég var að tala í Inga við okkar vorum að spila Warzone og spjalla við notum að svona smá svo félagsmiðstu og erum svona að drepa fólki í leiðinni og hann var að segja, manstu hvað fyrsta COVID var næs þó að maður var ótrúlega hræddur af því maður vissi ekki alveg hvað var að gerast en það voru bara allir í einhverju stemmingu og horfa á Tiger King já, það var geggjað og maður var eitthvað og maður var líka eitthvað, þú veist þá vissu þér ekkert svo mikið þú veist, sjúkdóminn og maður var eitthvað, þú veist maður var rólegri yfir, svo ég er miklu hræddari í dag mér finnst þetta eitthvað miklu óþægilegra nú eftir við sem við vitum meira sjúkdóminn og hvað hann gerir og hvernig fólk er að díla við þetta sem færa það ég er orðið miklu hræddari Já, mér finnst bara einhvern veginn skeri hvað við erum orðin rosalega óábyrg gagnvart þessu, að þetta búið að vera í gangi svo lengi og við tökum þessu minna alvarlega og þá poppar þetta einhvern veginn alla leið upp aftur, núna er einhver franskt version af veirunni COVID
COVID sem í gangi Hljóma fucking scary og það einhvern veginn allt stopp eða þú veist, það náttúrulega ekki allt stopp skilur, það fullt að liði sem bara að mæta í vinna og lifir einhvers konar eðlilegu lífi en að því í fyrra COVID, ég kalli það COVID-1 og COVID-2 þá sá maður einhvern veginn fyrir endan á þessu þá held maður einhvern veginn ég held maður að sé bæði veginn næstu í farin að tala COVID-3 sko COVID-3 en það er næstu í þarf ekki að koma pása á COVID svo það verði, veistu hvað að tala já, eða bara þú ert með COVID-2 og það er bara eitthvað hugulegt og svo kemur COVID-3 og það er miklu verra þetta er ekki bara COVID-2 að stækka þetta er bara COVID-3 kom og já, ég þetta bara einhvern veginn ég og strákarnir í flugfélaginu erum einhvern veginn að spá ég ætlaði einmitt að reyna beygja út af þessari COVID-umræðu þú veist að því að við tölum það nógu mikið einhvern veginn offer og bara út allt og þetta er í fréttunum og eitthvað getum við aðeins talað hennan hlutinn í flugfélaginu já, ef við höldum bara áfram og þá voru þessi 4 gaurar sem var búin að spá þessu endalaust og ég sagði, herðið strákar ég veit ekkert hvað er að gera and count me in já þetta hljómar svo mikið eins og þú veist einhverjum gaurar að plana djamferð til Glasgow og þú eitthvað heyrir að því og ég bara fucking on nema hvað eru bara að kaupa hlut í flugfélagi það er fyrsta sem ég spyrir bara einhver séns fyrir mig að tapa umfram þú veist, ég að fara að taka þátt í einhverju mega falli ef til þess kemur og þessu, nei, þetta er bara þú tapar þá bara þín hlut því sem þú ekki meira nei, það væri ömöld að fara að taka einhverja ég bæði við skuldum líka 29 milljarða þetta fór alveg í raskat og síðan fór ég gegn svona próf fór hún á Icelandair og fór svona próf sem eitthvað svona ertu lærður í þessum málum hefur stundar svona viðskipta áður og fór ekki svona checklista og í það áfram þá kemur bara upp svona gluggi við mælum harðulega á móti því að þú kaupir hennar hlut bara því þú veist ekki neitt þú veist ekki neitt, farðu já, og en síðan er samt hægt að checka út og þá stendur bara en þú getur auðvitað að klára kaupin en við tökum enga ábyrgð og þetta er áhættu fjárfesting en ég get sett þetta á samaskapi og þegar menn er að veðja 100 áskalli á Gunnar Nelson þá er ég gaurinn sem sett 5 áskalli á hann ég er ekki fara að spila með einhverjar stórar fjárhæðir sérstaklega kannski í einhverju bransa þannig að þú ert að segja mér að þú keyptir 5.000 krónur hlut í Icelandair það var mínimum 100 áskall ok þar höfðu það ég segi ekki meir nei, ekkert mál, minnst þetta bara áhugavert já, ég veit ekki, mér finnst þetta ég er nefnilega ekki mikið fyrir lottó og skafmiða og eitthvað svona dót en ég ætla að fá, þetta er svona mín þetta er svona þinn skafmiði þetta er minn skafmiði geggjað ert þú mikið að kaupa lottó og skafmiða og setja í kassa nei, sko, Salka er svolítið í að kaupa þarna hún kaupir alveg við og við lottó hún er alveg svona, heyrir auðlýsinguna eitthvað, potturinn er 5-faldur, hún er eitthvað, shit hann er 5-faldur, ok þannig að hún kaupir kannski einhverja nokkra línur en hún er líka í þarna haptarætti háskólans hún borgar bara einhverja fasta upphæð og það þarf ekki svo að fylgjast með því, hún er bara látin vita þegar hún vinnur pening og hún er stundum að vinna pening hún eitthvað, þú veist, keypti eitthvað með og fyrsta mánuðin held ég að hún hafi unnið einhvern 50 skall og svo er hún, ég held og síðan aldrei aftur hvað segirðu? Síðan aldrei aftur jú, alveg nokkur sem aftur þú er svona mismyndið að hára upp en hún er alveg ég held hún sé alveg í blúsandi plús miðin kostar alveg eitthvað smá en hún er samt alveg í plús sko það er bara svona fjárfesting eins og að kaupa hluti í flugfélagi en ég sjálfur sko ég elska að skafa með það ég elska það og þarna reyndalandsinni ég gert það en ég var alveg svona þú veist, það er mín mesta spilafíkn hefur einhvern veginn komið fram þegar ég var að kaupa með skafmiða og þú veist, þú vinnur ekki neitt á skafmiða nei, veistu hvað er óþolandi að kaupa 200 krónur skafmiða og vinna 200 það er gjörsamlega siðlaust, ég hata það veistu hvað þetta er? Þetta er eins og að fara í búð og rétti einhverjum 200 kall og hann rétti bara strax 200 kall tilbaka nei, þetta er ekki eins og það
Nei, einmitt, þetta ekki eins og það að þú sagðir eins og hann réttið þér kannski þú réttir honum 200 kall peninga hann réttið þér miða sem að þú ert að fara með eitthvað til að fá 200 kallinn og þú nennir ekki að fara á hann sem þú þarft að fara, hann er bara búin að tapa peninga Ég á örgulega svona 10 ára gamla skafmiða í drastlskúfunni ég sendi ykkur mynda það er bókstaflega í drastlskúfunni minni Winning ticket the golden one golden ticket golden one og en síðan hefur maður alveg heyrt sögur af liði og bara liði kringum hann og til dæmis ég ætla ekki, að ég veit ekki hvort þessi leyndó ekki en ég ætla dæmis bara kærasta vinur okkar vann einhverjar uppæðir í lottó sko einhverjar Mills sko og síðan hefur mannst þetta hana 100.000 krónur á mánuði Já, mér langaði svo mikið í það 10 ár Ég man þegar það var þetta er ekki bara eitthvað svona early 2000 við erum þarna ungir og eitthvað og ég, einmitt fokkaði mig langaði einan 100.000 kall á mánuði ég er það bara góður bara eilu, 100.000 kall á mánuði þú ert bara set for life bara, wow litli peningurinn 100.000 kall á mánuði í 10 ár væri helviti þægilegt öryggisnet á það að kósi maður bara eitthvað, en ætla maður með þú veist fara aðtverðinsbætur hann hlýtur að vera þetta ekki bara eitthvað dreigið frá ekki hvaðir að vinna bara eitthvað þegar þú ert að sækja bætunar þá ert eitthvað svona já, ég er ekki með vinnu og það gengur eitthvað illa og bæði vegi ég fæ 100.000 kall á mánuði þegar ég vann á skaf með það þú veist þá hljóta það bara að draga það einhvern veginn af atvinnuleysisbótunum en myndur ekki bara ekki sem ég veit ég myndur komast að því ég veit ekki, mér er þetta pínu óseng það fær ekki atvinnuleysisbætur út af að þú ert að fá borga nei, ég er að segja að þú fáir atvinnuleysisbætur bara að skerða það smá af því að þú ert með einhverja tekjur ég var einu svona kassakall spilakassa já. Ég setti mjög reglulega kling þetta er eiginlega svona ég alveg ennþá það eru bara ekki spilakassa lengur einhvern veginn svona out and opening sko þetta er einhvern veginn þarft að fara í einhverja svona þú þarft að fara á Búólfin í Breiðholti eða Kringlukrána þarna hinum megin við já þeir eru orðnir frekar þeir eru þarna í sjoppunni þarna í Mosó já og það er sko ömulegt það er þessi spilakassar sem að mér finnst þetta að vera svona eins og Apple og Samsung það er spilakassarnir sem eru til dæmis á bensinstöðum ég myndi segja að það var Apple, það er svona notendavænir spilakassar það fer ekki milli mála hvað er að gerast og þú ferð þar inn og þú fær bara 3 appelsínur og þá kemur bara svona ding 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 og þú vannst eitthvað 200 kall og ég spila alltaf hana selaleikin og ef maður fekk selabónus það var það komu eitthvað 4 selir þá spinnast þetta bara endalaust og maður labbaði burtu með 30 skall og þér leiði vel, þú varst alveg ég er lifandi ég finn það ég er lifandi og ég þarf aldrei að vinna aftur síðan ferðu á Búólfin í Breiðholti eða Kringlukrána þeir með svona Samsung kassa já, veist af hverju það eru ónótvendavænir já, af því þú ferð þeir eru flóknir þú ferð í þessa kassa fær 3 appelsínur, tapar öllu ding ding ding, allur peningurinn búið maður fer í það og maður setur kannski sem bara þúsara í já og það er í fyrsta lagi svona 30 línur eða eitthvað og þú setur okkar 5 krónur per línu og síðan kom bara Indjóni bara fullt og þá kemur þú vannst 7 krónur og ég skil ekki hvað ég veit að ef ég fæ 3 appelsínur í röð þá fæ ég eitthvað good shit en ef þú talar mjög vel að fá 5 indjána hljómar vel en er síðan bara horrible já einmitt ég fattaði að rappferillin hjá Króla gengi sennilega betur en minn rappferill einhvern tíma þegar við vorum að fara að spila út á landi og voru saman í bíl minni mig og við stoppum í sjoppan sem ég man ekki alveg sem er svolítið svona sjoppa af gamla skólanum í Mosó og hann fór í spilakassa hún var skít saman peningana hann var bara alveg sama setti, púst, hann bara ég var alltaf bara, tætti þetta út hann nei, maður tapaði svo öllu og fór, ég er eitthvað guðminn almáttur annarkvort þessi gauður alveg moldríkur eða bara
Nautheimskur. Þú getur eiginlega basically horta á þannig að Króli á sama tíma og við erum að stjórna þessu götóta skipi sem við erum. Já, sem ferill okkar Já. Þessu sökkvandi skipi sem líka búið að kvikna í. Og á sama tíma erum við að reyka heimili, sko. Já, nákvæmlega. Og en hann bara ungur. Hann var ungur og ég er ekki bleima, sko. Þetta og ég bara ég dýrka þessi gaurar sem að græða peninga, bara Flóni og Aron og Herra og Herra reyndar, núna er Herra orðin, sko, hann er orðin fjölskyldufæði líka, sko. Já, hann er eiginlega með okkur í liði. Það til í komstaði daginn að hann var að vera 24 ára eða eitthvað. Ég veit það. Ég held að hann væri að, þú veist, hann er búin að vera svo lengi. Ég held að hann væri eða eitthvað. Já, nei, bara svona, þú veist, ég held að hann væri kannski svona nálgast 30, hann er ekki svona hálfnaður frá 20. Nei. Það er alveg fucking óþolandi. Hann er jafn gamall og þegar ég gaf þegar ég var 24 ára, þá var ég sko rétt að byrja rappferilinn minn. Já. Þú veist, í Úlur alltaf. Þá var ég 24 ára. Þessi gaurar er bara búin að gefa út 5 plötur og þeir eru 24 ára. Það er fucking impressive. Síðan er líka, sko, svona, takturinn er búin að breytast. Fyrir síðan aðeins áfram í spilafík umræðu. Viltu ekki klára hana? Jú, ég ætla bara að segja með Þú er lengi að henda þessi tímin, ég get skrifa og klára það eftir. Já, ég ætla basically að segja með hvernig umhverfið, sko, rappárin. Það er alltaf að tala, rappári er eins og hundár. Eldist miklu hraðar í rappi heldur en annars staðar. Já, bara svo íþróttamaður eða eitthvað. Ég hef aldrei heyrt það er mjög gott. Já, ég meina The Young Man's Game. Og plata sem er orðin, sko, ársgömmul. Ég mani við vorum ekkert að vera að tala þá voru ykkur 4 mánuðir síðan að platan hjá Jópi og Króla komin út og þá var Króla að tala með eitthvað svona, ég nenni ekki að taka gömul lög lengur. Já. Og ég var alveg, shut the fuck up. Já, hefur mætt Úlur tónleika. Þú taka lög frá 2011 og þau bara hitta feitast, virka best. Sér tíminn svona saksar niður, það er svo fyndið að sjá, það er svona einhver lög sem voru vinsæl, sem að detta út og lög sem voru ekki vinsæl, sem að svona skríða upp með tímanum. Ég er svo spenntur, ekki að ég vil eitthvað spóla fram í framtíðina eins og Adam Sandler í klikkmyndinni. Góð mynd. Góð mynd. Mér finnst það góð mynd. Já, hann er skemmtileg. Hún er skemmtileg pæling. En ég man ekki hvað ég var að fara með þetta. Please, þú varst að vera að segja eitthvað. Já, ég er að segja... Ertu núna bara að segja þau bara fyrir Adam Sandler með fyrstu grunn? Það væri svo gaman að geta séð aftur í tíman frá einhverjum punkti og það er svo spennandi að sjá hverjir verða okkar Bó og Rúni Júl og Bubbi. Já, ég hugsaði daginn sko. En er ekki Árni, herra, bara alltaf að fara að verða okkar Bó? Ég veit ekki, en ég held alveg, ég held klárlega Bubbi. Og síðan auðvitað erum við ekki að tala að hann verði eins og Bubbi, en ég er að tala bara svona... Ég held að Jópi verði meiri Bubbi. Legends. Getur verið. Þú bara segir þetta þegar hann sköllóttur eins og Bubbi. Nei, bara líka orkan eitthvað. Manstu þegar við heldum að Árni væri sköllóttur og síðan bara allt innum... Herran heitir mér? Já. Síðan byrjaði hann bara saman hári. Anakamp. Það var fengið rugglaði tímar. Það er grúthart, maður. Mér langar að tala áfram mér langar aðeins bara Spilafík, þú varst eitthvað þar. Spilafík og aðra svona Fíknir? Nei, bara fjárhættuspil. Að ég hef gaman af fleiri hlutum. Ég dýrka svona rúllettu borð. Þá bara setur þú á bara Black 21 eða Black 23 eða eitthvað og bara rúlar og ef það lindur því og farið 10 sinni meira eða eitthvað. Ég hef aldrei farið í þannig og ég get ekki ímyndað mér að það sé gaman. Þú veist, það er eitthvað ógeðslega gaman að vinna þegar svo litla líkur á þeim. Er það ekki bara eins og henda peningum í eldin oftast? Nei, sjáðu, af því það eru nokkra aðferðir við þetta. Og þú getur sett á svart eða rautt. Og þá farið bara doblar. Síðan getur þú valið það er svona, í hægri kantuna getur þú valið, þú veist, 1-9, 9-13, bla. Og þá man ekki hvernig það var nákvæmlega, þú veist, þá farið eitthvað, hvort að það doblist líka, en síðan náttúrulega þú hittir á tölu, þá farið 36-inum. 36-falt? En hvað eru marga tölur? Eru 36 tölur á? Google þetta. Það eru... Þú ert bara að giska, þetta er ekki hæfileikar. Nei, ég er ekki giska. Þetta er engir hæfileikar. Þú ert bara að giska. Já, þú meinar, ég er ekki að giska á hvernig leikurinn er, heldur bara... Það er engir hæfileikar, ekki það að spila, við náttúrulega erum að tala um spilkassa, ekki það að séu einir hæfileikar. Þetta eru 36 tölur. Eða eru það hæfileikar í spilkassa? Er eitthvað svona,
ég var í Vegas Nei, ég var í Vegas að labba spilavítin og ég var alltaf að finna það er erfitt að finna borð sem eru bara svona bara $2 já, það er erfiðara þeir vilja á að setja $10 og ég var alltaf að spila á einhverjum svona spila á einhverjum aulaborðum já, síðan erum við að labba og Jóvanna segir, mér langar svo að prófa þetta og ég er já, þetta er erfitt og hún setur, man ekki hvort það verið $5 og beint á 13 og hittir í fyrsta sinn sem hún spilar Jóna, já. Og það er svo hættulegt að hitta það bara, eður þeim pening og öllum peningum sem þú tókst með þér já, var hún eitthvað bara I'm good, þú veist, ég er búin að fá hvað er 36 já, hún er alveg ótrúlega, hún er bara tökum mitt út já, Jóhanna, best, hvar væru ánennar í alveg við þurfum að drekka svona 17 drikki viðbúta hvað mennur þau? Svona er sambönd að vera, nákvæmlega fucking svona eitt einna varandi svona spilafíkn og svona ég sá mitt félag með daginn, hann spila mikið online póker sem ég skil alveg en svo sá ég hann vera að spila svona online slottmasín basically bara stúr fara að spila eitthvað þá fannst mér þetta pínu verið svo bara að henda peningunum í Óskarbrunn eða eitthvað já, ég skal segja svo okay. Þegar Gunnar Nelson var einhvern tímann að fæta eitthvað þessum skiptum þá satt ég heima og ég betta á hann sem sagt 5 úrskalli að hann vinni slægin og ég vinn 10 úrskalli eitthvað það var bara þetta var eitthvað svona það voru litla líkur og ég myndi nei, hvort það verið vannst 10 skall já, man ekki hvernig það var nákvæmlega allavega, ég er með 10 skall eftir inn á reikningum mínum kannski var það því að tapaði peninga ég man ekki, allavega, 10 skall eftir nema bara þegar það kom fram í senast þetta, ég kann ekkert á tölur ég veit ekki hvað gengið er og hvað er 10 skall svona cirka, bara svo ég geti verið meira investið í þessu þetta sé 140, ekki? Ok herri, og ég hugsa bara ég fer bara inn og betta á einhverju fótboltaleiki sem ég veit ekki bara, veist, eitthvað upp á djókið síðan er ég að checka mút, þá sé ég bara online casino, já og ég bara, auðvitað fer ég online casino og ég var líka til drukkin sko og ég fer í online casino og ég vinn mig á mettíma upp í 100 skall og ég bara, ok og ég fór í eitthvað sem heitir lightning roulette 100 skall er þá $700 þetta var vilst sem strákar lightning roulette, ég fyrir ekki ég held áfram og ég vinn mig á mettíma upp í 200 skall Íslenskan 200 skall $200,000 nei, þá heiti ekki á 200 skall og ég hugsaði og þetta hérna kemur svona vottur að spila fík að því ég hugsaði já, þú veist, ég átti hann peningi hvað sem er og hann er ekkert að fara að vera neitt hvað sem er þannig ég sett 200 skall á raut tapar öllu gamli gauti, ertu klipp það er svona verið svítið en hvernig var, neina að segja lístu aðeins fyrir mig tilfinningunni ég hef aldrei betta, ég held ég mest betta 30 skalli ég setti 200 skall á raut og ég horfði á tölvuna og ég man að ég horfði bara á hana og sagði jæja og lokaði og varst það ekki pirraður? Var ég ekki pirraður? Ég sagði ekki eins og konu frá þessu Er það að heyra það núna fyrst? Nei, ég held ég var nú búin að segja henni frá þessu Þetta var svo ógeðslega fucking stupid en þetta er það sem að þetta er þegar maður vinnur og að því ég vann mig á mettíma ef ég hefði þurft að vinna fyrir þessu að því mér fannst þessu ætti ekki hennar pening skilur, mér fannst ekki Það er geðbillin við þetta, skilur Það er bara tölur og bara ding, 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 ding og svo er þetta hanna líka til þess að gera það addicted þetta eru álög að annars vegar verður ríkari en það verður líka heimskari það verður líka in our control en eins og í Vegas, ég menn þeirra dælið drikkjum frýtt en ég menn þetta er bara sama og ég menn að Facebook rewardar þig með að fá message Er þið búin að horfa á þetta social dilemma dæmi eða? Ég myndi að vera að kíkja á það, þetta er fucked up dæmi sko. Þeir eru basically bara frá því að það er svona gerfigrind sem sér til þess að þú bara hættir ekki símanum Þú veist, þannig að ef að þeir finna að þú byrjar að skróla hægar og er svona að fara klokk út að þá kemur eitthvað svona vídeo, eitthvað fail compilation eða eitthvað sem þú hefur hort í genið tíðina eitthvað sem fílar og þá færði þetta að halda áfram ég veit ekki hvort ég þurfa að hafa kannski þarf ég að horfa á þessa mynd ég hugsaði ég sá hana og ég var eitthvað ég á eftir að vera svo
dapur og ég eftir að vera eitthvað, ég veit þetta að ég er líka farin að finna það oftar í símanum mínum og sérstaklega kannski á Facebook að ég er bara mér bara svona, ég fyllir mér bara einhver svona ógeðs tilfinning ég verð bara, þú veist, ég fann að hata síma minn oftar enn ég gerði ég er alveg sammála ég er eitthvað sérstaklega á Facebook viðmiðin er svo bringlega notaðu einhvern tíma screen time nei ég skoða screen time bara næstu í daglega til þess að bara minna mig á hvað ég er mikið ógeð og bara, þetta er svona eins og að taka upp svipu klæða sig úr öllum fötunum fara út í frostið og berja sjálf sig í baki sko. þetta er ógeð en við verðum samt að vera meðvituð þetta líka ég finna ég miklu háðari símanum mínum bara enn fyrir ári og það er bara út af þessum við maður tala en það sem ég ger líka sko og hann er það hannig ég veit ekki alveg hvað ég ætla að fara að segja en eins og viðmiðið mitt var þú veist 1,5 tíma á dag í símanum, mér fannst það mikið í dag er ég heavy glaður ef ég fer undir 3 tíma í símanum 3 klukkutíma á dag flestir er bara 8 tím neða það er meðaltalið og ég er ekki að segja að ég sé eitthvað betri ég er bara að segja að svona er bara dæmið en þess vegna verðum við sko það er til dæmis regla á mínu heimili varandi símanótkun bara verið í símanum þegar þú ert í símanum nei ég ætla samt alveg við pappi er farin í síman allir góð það banna síminn snertir ekki í matarborðið hann bara snertir ekki í matarborðið og ef það skiptir ekki máli hver er í heimsókn ef þú fyrir síma á matarborðið þá bara verði pirraður og læti heyra það er bara sacred er skammakrúkur heima öðra? Nei, það er bara sacred stund að borða saman er family values eitt af því fáa sem við eigum eftir þar sem við erum bara hvernig var dagurinn, förum yfir hvernig okkur líður ræðum fréttir og líka bara ef þú klárar á disknum hvað ætlar að fara? Nei, sittu fucking kjör sitt og tala við mig, horfðu augun á mér við ætlum að tala saman svefnherbergið er líka annar staðar þar sem síminn snertir ekki nema ef ég er einn heima byttu og það er þeirra ástæðu það er bara þá er maður kannski að hlusta á eitthvað eða eitthvað að láta sig leiðast en ég get ekki alveg að fara að dæma fyrir alla sem búa einir en maður verður að hafa einhverjum svona reglur í kringum þetta ég held að sé gott sko eins og segir þú veist reglurnar eru alltaf góðar það er náttúrulega alls ekki fínt að hafa reglur en ég held að sé gott eins og segir að vera meðvitaður þetta að strax svo þú spáir aðeins í þessu og kannski þurft ég að ná mér í þetta screen time þetta fylgir bara Apple ég er með Samsung síma ekki Samsung, það er bara þú veist, ég fæ 7 indjána og vinn ekki neitt og þetta er mjög ónotenda og ég skil aldrei neitt í símanum mínum en eru þið miklu símagöru ég heyri hérna frá Gauta, 3 tíma á dag ert þú svipaður, ertu verrið, ertu betri þarna? Ég þetta svona upp og niður þeir eru samt á svona svipuðu level þeir eru ekkert bara eitthvað er alveg eitt sem er símanum vasanum nei, mér svo, sko, ég er alveg svolítið í símanum en mér finnst líka svo lúðalegt að vera mikið í símanum það er það ekki það? Jú sérstaklega eru margir saman eitthvað starf að borða eitthvað og allir í símanum og það er mjög lúðalegt það er rosa lúðalegt ég verð bara reiður þú ert alltaf bara actually í símanum það er alltaf eitthvað ringið og það tala í síman það er ekki alveg sama ég álít það ekki að sama og að vera í skrýnd það er annað þegar Gauti er í símanum og hann er bara kaupa þú veist, hann getur ekki gett það bara eitthvað Facebook Messenger það er selja, kaupa selja hlutabrifin í Icelandair 5.000 skall segi ég 5.000 skall, appisínur, 3 appisínur nei, en ég er ógeðslega mikið í símanum bara, ég er bæði í símanum í bílnum alltaf, ég er með Airpods ertu í símanum með þetta að keyra? þetta er eitthvað svona að gjóa augunum? Nei, ég er að tala ég set hann í kerfið já, og er að keyra en farið í síman á rauðu ljósið? Já, lítalega á hann ég er að reyna með hann með á því ég ekki að gera það er svo margt annað hægt að gera hvað er ég að gera á rauðu ljósi og ég er bara eitthvað hvað í fokkanum er ég að gera opna síman og möguleiknir eru svo margir hvað er ég að gera hata sjálf mig þegar ég líti á síman á rauðu ljósi það er svo fokkin döm hafið þið næstu drepið ykkur út af þeirra að skoða síman og keyra? Nei
Ég var lendið, ég keypti upp á kanti eitthvað og ég bara, hvað ég að gera? Ég var... Já, að keyra á líta síman. Já, þú veist, ég bara svona rétt tjekkaði, hann væpaði eitthvað, skilurðu. Ég tjekkaði á honum og var næstu búin að keyra út af. Og þá hugsaði ég bara, vá, ef ég hefði dáið þarna, minn mest ótti að deyja og gett kjánalan hátt. Já, eitthvað kemur finnst þér ekki verra ef þú myndir keyra á barn? Jú, vá, ég ætla ekki að tala um eitthvað ógeðslega blík hluti, en ég að tala um... Hvað væri verra en að keyra upp á kantstein? Það væri, ég geta aldrei íkvöndi maður, ég geta ekkert ímyndum að keyra eitthvað barn niður maður. Þá myndi ég líka bara, ég veit ekki hvað ég myndi gera. En alltaf... Já, bara muna eitt. Já. Sko, af því að ég var að keyra í gær, reynda farþegi og ég var ekki í símanum, ég var bara að horfa í kringum mig. Og... Hvað er það? Hvað er það að horfa í kringum? Það er bara að drekka í sig umhverfið og borgarbúa og arkitektúr og sveppatínslumenn. Já, þeir eru mætt. Það er farið að hausta. Já, það er komið hausta. Það er farið að hausta. Hvar voru þeir? Þeir voru rétt hjá Holtagörðum. Og þú veist, þeir bara í dagsljósi. Ég var bara að koma golfi, bara 4-5 eða eitthvað. Og þeir bara í byrtu, annar reynda með hettu. Ég respekt þetta hustle svo mikið, sko. En respektar gaurinn meira sem var ekki með hettu? Já, ég veit það ekki. Nei, ég dreigði því bara, ég respekta það ekkert sérstaklega mikið, en ég fíla samt hvað þeim var skít sama, að finna það var að við vorum eitthvað hana, og ég var eitthvað sjá gaurinn hann með plömmur og svo hlóðu að því, og það var svo fyndið að við vorum að hlæja því, ekki að hann væri að tína sveppi í dagspyrtu, heldur bara hann var með plömmur hann var bara, þú veist, þeir eru svo fucking skít sama ef þú ert í dagspyrtu að tína sveppi og þú ert bara með plömmur, þeir eru bara drullu fucking sama, þú ert bara búin að segja þau frá siðið samfélagi, þú ert bara betri stað en við og hinn sem erum í símanum og rauðum ljósum, þú ert bara out there í náttúrunni með plömmur tína einhverja jurtir. Af hverju er þetta og setjum þetta bara í samengi ekki sveppatínslumenn, heldur bara einhver rosalega fallegur einstaklingur með flottan rass. Af hverju með plömmur? Af hverju er rass? Ég elska að hafa verið enga trú að þessir menn hafa verið með flotta rassa. Nei, ég hef enga trú að verið. Hún er með flotta rassa. Af hverju er rass geðið næs í buxum, en ef þú sér pínu af rassinum, þá verður það strax ógeðslegt. Ekki ógeðslegt. Fyndið. Já, fyndið. Sko, það er náttúrulega það besta. Við erum einhvern veginn alltaf að koma inn á einhverja rassa. Og verið eitthvað, Nei, ekki eitthvað nice. En þú veist, sko, það er náttúrulega besta við rassa eru hvað þeir eru flottir en líka fyndnir. Þú veist, hvað aðrir hlutir eru svona geggjaðir. Þú veist, bara svona sexy og flottir og gera samt líka. Já, og líka eru ógeðslega fyndnir. Það er bara ekkert margt í lífinu sem að þú veist, uppfellir þessi fös. Nei, þetta er skilirði. Nei, engin, bara, þú veist, þetta er eitthvað annað í hug. Nei, ég man það ekki, sko. Man ekki eftir hennu. Nei, ekkert. Ekki svona. Ekki svona, alveg bara svona get sexy og get fyndið. Já. Ég hef aldrei séð svona, það tekur bara allt spektrumið. Algjörlega. Talandi sveppatínslumenn á umferðarum. Með sexy rassa. Ég hef náttúrulega sagt þér þessa kenningu áður. Og byrjiði núna að taka, núna er þetta að fara að vera alltaf svona the law of attraction fyrir alla sem eru að hlusta og ykkur tvo. Okay. Fólk sem er að labba á umferðareyju er alltaf með plastpoka. Af því það er að tína sveppi? Nei. Af því það er að tína dósir? Dósir eða rusl. Nei, þetta er... Bara elskar plastpoka. Ég geti líka verið bara með krónarpoka og voru að koma... Já, ég skilji. Ég held þér rétt hjá þér. Og býtu, og þetta má ekki vera fólk að labba yfir... Nei, það er að chilla á veginni, skilji. Já, þetta þarf að vera, þú veist, þú ert að keyra á Miklubrautinni og fólki er að labba á umferðareyju. Alltaf með plastpoka. Nýta umferðareyjuna sem... walking path. Já, það er frekar netta. Og þá er fólk með plastpoka. Og þetta er svona 8 af hverjum 10. Og þið fara núna, ég var bara núna að gefa ykkur the blue pill into the matrix. Já, en reynum að, þú veist, af hverju heldur þið séu alltaf með plastpoka? Er þetta út af með alveg saman umhverfið? Bara ganga á grasinu og líka bara með plastpoka? Nei, það er engin, þetta er bara glitch. Þetta er bara glitch? In the matrix. Einmitt. Já, þetta er bara svo svarta kísan í Matrix 1. Já. Svarta kísan í Matrix 1. Já. Manstu ekki kemur til þessar? Já. Djúðlega, bara Matrix eiginlega fyrir með déjà vu. Bara að fá déjà vu
bara alltaf glits. Ég hugsa alltaf bara, ég veist. En hvað fá upplifið þetta oft? Það er mjög, þegar ég hugsa þetta, mjög langt sín. Það rosalega síðan. Ég held að kerfið sé orðið eitthvað betra. Ég fekk Deja Vu daginn. Ég meina árið 2000. Patsar hérna. Já, það er konum patsar. Það er búið að modda þetta allt. Þetta er 2020, bara sýndarveruleikinn er orðin frekar solid. Ég er bara eiginlega alltaf sannfæriður að þetta sé lífið mitt. Ég fekk Deja Vu daginn og Hvenær? Á meðan ég var í verkefninu sem ég get ekki talað on air strax. Getur við þá að tala eitthvað Deja Vu í kringu á þess að minnast verkefnina? Ástæðan fyrir ég með skegg. Já, við tölum það seinna. Væri ekki með skegg ef það væri ekki fyrir þetta leinu verkefnina? Ekki alltaf með skegg. Ég er ekki svona mikið. Þú er svo alveg með skegg. Það er eitt sem fyrir töðunar á mig við að vera með svona mikið skegg að andlitið á mér er eins og máni. Hæ? Svona teiknaður máni. Þú veist, núna er ég eins og banani. Já. Það er svo hálfu máni. Ertu að meina, já, svona eins og hann, svona, þegar haka verður, svona eins og Conor McGregor. Sjáðu þetta, byrju, ég ætla að sína þér. Já, ég veit hvað þú meinar, Þú ert eins og kallinn í tunglinu. Já. Allt í einu er með lengra andlit. Mér er svolítið cool silva það, sko. Ég er bara vennist þessu. Ég er að pæla að safna áfram. Bara sjá aðeins hvert þetta fer. Mér finnst það cool þetta. Mér finnst það líka, Arnar, finnst það ekki pínu eins og gaurinn, ég man ekki hvað þetta var, þú varst að tala um að eitthvað gæi látið þig borða hjarta og rjúpu. Jú, Vargurinn. Já, þú varst bara eins og vargurinn. Já, þú veist, ég segi ekkert nei við hann maður, svo hendunum hans og nú ert þú orðin bara svona gaur. Ég var ekki að þrættu við ef ég var bara... Ef ég myndi segja að borða hjarta á rjúpu. Ég myndi ekki gera það, sko. Ég sér því bara, þú veist, þú með þetta skegg og þessu húu, eitthvað all tearir upp. Já, massa. Frekar massa þér. Herri, ég fór í ræktina í gær. Býtu, þú varst að fara að segja einhver Deja Vu sögu? Já, ég fekk bara Deja Vu og það sem ég ætla að segja er einhver tíman heyrði ég kenningu með Deja Vu að það slökni á heilanum í millisekundubrot. Þú veist, bara svona... Deja Vu, þetta er bara millisekundubroti fyrr. Já. Bara eitthvað mér finnst það make a mest sense af því, ég hef ekkert lesað mig til Deja Vu, en mér finnst það make a sense að eitthvað svona snap back to reality, wow. En er maður ekki líka bara ofta að gera svipaðar hluti? Ég verið að gera þetta áður bara þegar þú hefur gert þetta áður. Já, og undir með neð bara pikka upp miklu meira heldur en maður heldur, skilur. Er það ekki það bara eitthvað? Það er líka annað, að við höfum svo margoft staðið á nákvæmlega sama stað og séð nákvæmlega sama fólk labba eitthvað bla bla, en í þessu tilviki þá hef ég aldrei komið á hana stað áður og aldrei hitta fólk áður. Einmitt. Þannig að það er engin... Leður þú meir ekki segja söguna? Það er engin sér... Nei, þetta er ekki meir en þetta, skilur í bili. Má ég spyrja ykkur eitt tengt rappi? Já. Ég er með svona slangur. Getið þið gískað hvað þetta slangur þýðir? Ok. Er þetta ennsta íslenskt? Þetta er íslenskt. Ok. Hvað þýðir einn miði? Einn miði? Já. Bara peningur. En hvað er það? 5 skall? 10 skall. Ok, hvað heldur þú? Einn miði í rappheiminum, hvað er það? 2.000 skall. Einn miði 1.000.000. Ok. Hálfu miði 500 skall. Þá spyr ég, hvað er stöndari? Hvað er stöndari? Já. Einhver sem er stönin. Já, hvað er það? Þú veist... Stun like my daddy, stun like my daddy. Já, ég menn, ertu ekki bara eitthvað að bara flexa veldinu og út á miklum hraða og... Er það? Þú veist, ég ástæðan ykkur að spura þessu, í þessu tilfelli, þá veit ég ekki alveg hvað það þýðir. Hafið ekki heyrt þetta? Ég er stöndari. Er þetta dópsali, er þetta bara eitthvað sem er að taka áhættur? Veit ekki. Ég held þú sért bara á hraða, þú ert bara að lifa góðlífinu og þú ert að sýna það. Flexa. Ok, þá var þessi út úrkomin. Það var eitt sem ég langaði að koma inn á varandi Deja Vuið. Þú fórst bara þangað. Já, málið, mér langaði bara að vita. Já, allt í góðu. Og sko, með Deja Vuið, ég var að horfa á Neuralink kynningu frá Elon Musk. Tjekkuð þið á þessu? Er það implants dótið? Já. Þetta er svona basically svona einhver microchip sem þið setja í heilan. Og þetta er fyrst og fremst hugsað til þess að aðstofa fólk með eitthvað taugasjúkdóma og eitthvað svona. En svo fór Elon Musk að tala um
að hann nokkuð viss það að þeir geta vistað minni. Ok. Já, og jafnvel sett minnið þitt og consciousnessið þitt inn í annan líkama eða vél eða hvað sem það er. Ég horfði á einhverja þætti daginn, hvað heitir það? Karbon eða eitthvað. Bara þú deyr þegar farlega minningarnar og þú ekki ranga við þér og þú bara einhver flóðhestur í Afríku. Nei, ég held þetta að vera meira þannig að þú verður getið ríkur bara. Þeir eru ekki leggja áherslu á þetta. Þetta basically þannig að það væri hægt að þó að líka með þinn myndi deyja, þá gætur basically látið klóna mannesku og fengið minnið aftur, þannig að þá gætir verið eilífur en alltaf bara í nýjum líkum. Og þú væri sami gaurinn? Þú væri sami heilin en þú værir mögulega til dæmis myndi fá minn líkama. Það nú ljótu skiptin maður. Mér líst ekkert á þetta. Elon hætti þessu. Þú ert fucking buffaður og maður þegar það. En finnst þú þetta ekkert, hann að tala þetta ekkert eitthvað eftir 100 ár, skilur við? Hann bara að tala næstu 20 ára eða eitthvað. Já. Ég trúi þessu bara þegar þetta kemur og bara eins og... Ég trúi þessu bara þegar þetta kemur. Ég meina, þú veist, það ekki einu sinni búið að Google-glerum virku ekki. En okkurlega þetta virkar. Já, líka... Gera þetta aldrei eitthvað notið það. Teslan virkar. Já, Teslan SpaceX virkar, skilur við. Og Neuralink virkar eitthvað litið. Hann er búin að gera pröfur á svínum. Já. Og þetta virðist bara vera að virka. Og myndu svínin bara alveg hvar þau voru svína myndir. Nei, ég get alveg vikend að þetta var ekkert eitthvað það impressive test. En mér er svo töff að hann er bara með svona I can't beat him, join him dæmi, skilur. Hann heldur að AI sé bara að fara að taka yfir. Can't beat the pigs, join the pigs. Hann búinn að færa eigin vitund yfir einhvern grís. Síðan var ég að hlusta á gaur sem var Naval Ravikant. Hann var að tala þessar kenningar með að gervigreind myndi taka yfir væri bara svo fjarri lagi. Að mannsheilin sé of komplexaður svo að það væri hægt að gera tölvur sem að myndu taka yfir allavega í það tæknin ekki komið nálægt í. Nei, ég er sammála því, en málið að það þarf bara eitthvað svona eitt að smella og þá gerist alltaf á 100 sinni hraðari. Já, en það sem þarf að smella er að svona tilfinningar og þessi mannlegi þáttur sem sko utan heilans að því við erum ekki bara hausin okkur, við erum og síðan heilin á þér, þetta alveg svo bara með svona núvitundar pælingar það ekki til neitt annað moment heldur en momentið sem líkaminn setur í en heilin getur annarkvort sótt minningar og öll framtíð þetta bara creativity. Allt sem þú hugsar fram í tíman heiliðinn að búa til aðstæður. Þegar ég hugsa núna ég ætla að fara að fá mig vaskglas, það ekki raunveruleiki. Raunveruleikin að ég sé hérna inni núna, heilinn minn orðið nóg klókur til að búa til ímyndaðan veruleika inn í hausnum á mér þar sem ég fer að spá í að fá mig vaskglas. Woke skauti, I like it. Þetta ekki woke, þetta bara... Nei. Smásamt. Þetta svona... Ég með tölvur, gervigreind hefur þetta ekki. Úr hvað, sko við höfum allan að við sannfærum okkur að við höfum eitthvað til að lifa fyrir og við erum alltaf meðvitið dauðan og allt það, svona hvaðan eru mjög undarlegir en þeir halda okkur gáandi, þú veist, eitthvað við vitum, það vita allir að þeir deyja og við erum bara einhvern veginn sátt við það og við erum að lifa innan þess ramma einhvern veginn, flestir sáttu við það þú veist, þú þarf bara að taka því sátt, annars bara verður eitthvað ruglaður. Hvernig það með gervigreindina sem að, þú veist, hvað hefur gervigreind þú veist, ef hún á að taka yfir og allt það, þú veist, eitthvað útrýma okkur til hvers? Til þess að lifa eilífu, til þess að vera ófær að, þú veist, tölvur kunni ekki það, gervigreind kann ekki það elska og allt þetta sem að heldur okkur gangandi, það bara af því að hún í grunninn forrituð til þess að halda sjálfur þessi gangandi, að hún gengur bara þess vegna, bara svo hún lifi að eilífu. Já, og hver segir líka að gervigreindin yrði evil? Nei, þú veist, hugsun ekkert hún evil, en bara þannig að hún svo logical. Þú veist, það væri bara, þið eru bara rústa plánutinni. Sko, við myndum bara gera. Já, ef hún myndi bara, já. Sko, við myndum gera. Skilur, já. Ef að gervigreindin var eitthvað að taka yfir, taka hún sambandi. Nákvæmlega maður, bara unplug. Þú sér eitthvað gervigreind út á, þú veist,
En það er búið að leggja heldur góðan grunn með öllum þessu símum sem við erum með og það eru góðir að safna gögnum og vinna úr því. Ég meina pæli það er bara svo hræðilega til, ég var að hugsa til þess að kemur svona vélmenna lögga heim til mín. Það kemur pottið eitt daginn, sko. Er það ekki sammála því? Alltaf það sé ekki frekar. Ég meina það drónar eru á einhvern hátt bara orðnir hermenn. Já, og alveg, bjarga fullt af lífum og náttúrulega drepa lífum. Af dótið sem við vitum ekki sem hefur verið að þróa í hernaðartilgangi, bara svona scary fucking stuff. Helvítis hernaðar, braskmar. Akkur, ég elska að það sé verið að hanna betur og betur robota. Mér finnst það gaman að horfa á vídeo af robotum að hoppa upp á kassa og gera eitthvað svona, þú veist, sniðu á hluti. En það sem ég vil gera og sem að verið að gera líka, bara senda það alltaf út í geiminn, bara þar sem að við getum ekki verið, þú veist, að bara færi illa okkur eitthvað, af því að núna er mikið tala að, þú veist, að þeir hafi fundið einhvers konar vísbendingur líf á Venus. Já. Og náttúrulega meikar ekkert sens á þetta ykkur langa tíma, þú sendir ekkert mann þangað, þú sendir bara fucking robota. Það náttúrulega eina vitið. Bara að senda robotana út í game, En þá kemur að því, það er náttúrulega til svona samsæðiskenningur að geimur hafa lent ekkert síðan á, reyndar í Bandaríkjunum, en hafa lent á, jörðinni, og ég heyrði svolítið spennandi kenningu einmitt þetta, að geimskipi væri gett lítil, út að það væri bara senda í rauninni eitthvað vélmenni, bara eitthvað svona, til þess að fara í, könnunarlegangur, og þetta meikir ógeðslega mikið sens, ef það var ferðast yfir eitthvað milli einhverju galaxís. Já, í staðan fyrir að láta einhverja menn í 88 ári í einhverjum frostkreifa og þú veist, allir sem það ekki degi og allt það, bara senda robota. Eimi skýt saman maður. Það er að tala að það sé samsæðiskenning að það séu robotar nú þegar. Nei, þú heyrt vantal Roswell, New Mexico, og Area 51 og þetta dæmi. Það er talað að ég manna ekki, 60 eða eitthvað, að það hefur hrapað geimskipina. Já. Og að ameríski herinn hafi fundið lík, basically, og núna er að koma í ljós eitthvað svona nöttari sem sagðist að vera venni og Area 51 og þetta er allt mjög líklega bara bull, en mér finnst það skemmtilega pælingar að þetta hafi ekkert verið einhverja lífverur sem kom hingað, það voru bara vélmenni og þess vegna gerði þetta lítið og þetta er til hvers að gera alltaf reysa stórt. Það er eins og Mars roverinn. Já, ég meina þú ætti ekki að vera með eitthvað, þú veist, bíóherbergi og svefnherbergi og matarherbergi, þetta er bara lítið, robotarnir er bara og svo lendaður er bara ef við förum í einhverja svona pælingar þá er bara konseptið stærð meikar ekkert sens í alheims pælingum þegar við hugsaum ef það kemur eitthvað gameskip og við eitthvað, þeir gerðu það mjög lítið þá í hvaða fucking samhengi samanburði okkar skip kannski já kannski þetta bara það er kannski stærsta skipið á plónum ég er ímyndið síðan finnum við loksins þessar geimverur og þá er þetta bara eitthvað fucking pínlítið þeir ætla að senda sitt mesta herafl og rúst okkur skilur og við erum bara risar alveg svo Já, þetta er bara, kannski er þetta bara flugur, síðan líka alltaf, við erum alltaf með þess að ímynd af geimverum í gegnum bíómyndir sem er alltaf annarkvort að þetta sé eitthvað svona ógeð eða þessi típisku litlu kallar með stóru augun kannski er þetta ímyndaðir, kannski er bara einhver pláneta sem bara ógeðslega mikið hestum, ekkert annað, skilur við. Já, var það ekki einhver South Park pæling? Mér varst þetta skemmtileg pæling, að það væri bara svona kattarpláneta, hestapláneta, svínapláneta og svo jörðin bara svona test facility. Já, jörðin var svona reality TV. Já. Hvað gerist ef þú setur alla saman? Það er alltaf verið geggjað. Það er ógeðslega skemmtileg pæling. Það er mjög góð pæling. Það er svo gaman að pæla strákar. Já, en hvað, ef það færir eitthvað svona hestapláneta, þú veist hvað... Djúvel eru þeir pirraðir ef þeir myndu frétta hvað við erum að gera við hestana hér. Ég líka bara að gera yfir höfuð, þeir eru ekkert með Netflix eða iPhone eða... Bara okkur heldur það vera ekkert jelly, ja? Mér finnst svo lítið spennandi þegar að vera að finna eitthvað svona örverur í steinahjúpi hjá Venus, eitthvað svona þegar að fréttir að því, við föndum hérna en sko, þú gerir þig grein fyrir því, þetta er samt í fyrsta skipti sem það finnst arða af lífi annars staðar en á plánetinu jörð, þetta er ekki bara eitthvað sem er alltaf að gerast, þetta er bara í fyrsta skipti sem að þeir fara út í game og þeir finna ekki bara dauð grjót eða gastegundir, þú veist, það er bara bókstaflega einhverja þú veist, hlutir sem að
verða bara til í rauninni eins og við þekkjum það af því að það einhvers konar líf. En þetta staðfest? Búið að finna líf annars staðar? Ekki alltaf bara að tala að þeir haldi geti fundið líf út af vatni eða eitthvað? Þeir eru búin að finna einhverjar vísbendingar í kringum Venus. Þetta bara nýtt, eða ekki? Jú, þetta alveg glænýtt. Kannski ekki alveg jafn nýtt þegar þátturinn kemur út, en þetta drullu nýtt. Já, erum við ekki bara fygt í hlutum sem við viljum ekki fygt í? Við viljum fygt í þessu, maður. Viljum við fygt í þessu? Já, við viljum fygt í þessu. Gætum við ekki bara ímyndaðar að þetta myndi fara illa, skilur við opna eitthvað fucking Pandora box. Það bara fínt, maður. Það verða bara, það verða bara, ok. Game over. Það bara geggjar endur. Game over. Game over, maður, og þú veist. Fara á einhverja plánetu og vekja og einhverja aldagömmur sko, hann alltaf væri frábært eða væri, þú veist, gengi frá ákveðnum atriðum á jörðinni, þú veist, bara svona varandi mat og vatnhanda einhvern veginn öllum, þú veist, það væri gott að redda því og svo bara einblína einhvern veginn á geiminn. Bara gera þetta svolítið huggulegt á jörðinni fyrir einhvern veginn alla, ef það hægt, það væri gott að einbytta sig að því í smá, redda því. Myndu þið fara út í geim ef þið myndu fá boðum að vera partur að því að fara upp á tungl og tilbaka? Nei. Ekki ég. Ég samt all for bara exploring, sko. Það sem ég að spyrja bara, myndið þú hafa áhuga á því að fara út í geim? Það náttúrulega verið að bjóða upp á það, sko. Ég myndi ekki vilja, þú veist, það spennandi og þetta örugglega alveg núna þegar ég fann að hugsa meira og meira það þá væri að frekar klikkað, sko. En ég myndi ekki það fær eftir í hvað það tækir langan tíma. Ekki fyrir mitt litla líf fara út í geim. En ok, þá er að spyrja einu, hvort myndur freka fara í geim eða lengst niður á hafsbotn? 100% út í geim. Já, það ekki? Jú. Vá, virkaði gett hrættu við geimin, nú ertu bara gett til í geimin. Hefurðu séð Kólkrafa? Nei, bara hefurðu séð ógeð þessu svona djúpsjávar fiska? Það líti allir út eins og einhverju brendi menn. Eins og brendir menn? Skrifaði blobfish. Já. Hefurðu séð blobfish? Já, hann náttúrulega bara eitthvað mím. Hann sko... hann svona. Já. Það fullt af fólki bara með þessa mynd. Ói, hvað þetta verið creepy, maður. Þetta bara fiskum með andlit. Já, þetta eins og brendu maður. Þú veist, þeir samt ekki allir svona. Þetta er svo brendu maður, þetta er bara eitthvað skrimsli. Þú sérð ekki bara eitthvað fallegan lax. Nei. Þú ert ekki á þú ert ekki var ekki Steven Spielberg sem fór James Cameron. Hann er farið lengst niður. Já, fór bara í eitthvað dæmi. Mér finnst bara, mér langar ekki eins og að fara í botnin í sundhöllinni, sko. Bara, það er alveg nóg djúpt fyrir mig. Nei, en þið finnst þess, en með þig, hvað með þig, Arnar? Hvort myndir freka að fara í game eða nýra hafsbotn? Sko, það sem að trufla mig við gameferðina er að hún hljómar eins og takja ógeðslega langan tíma. Hvað er að tala um þetta mynd taka langan tíma? Við skulum bara gefa það tekur bara sama tíma. Tekur sama tíma? Þá myndi ég fór út í game, ég ekki verið 2 vikur niður á hafsbotn. Nei, þú má taka í huga bara journeyði sjálft, skilur. Þú verður ekkert í 2 vikur út í game, en það kannski tæki þennan tíma að preppa, skilur. Ég fær út í game. Já. 100%. Ég myndi frekar fara út í game heldur en bara að þú myndi bjóða mig núna að vera einhvers staðar út á hafi. Ég myndi frekar fara út í game heldur en að bara sigla yfir Atlantshafi, sko. Er það svona vatnsrættur eða sjórættur? Já, ég hefur aldrei séð myndir eða? Gauti þeir, segðu mig meira frá því. Ég hefur séð til dæmis, já, getur fyrirsögnin verið eitthvað, kvíðin og hrættur við að kafna, eitthvað svona. Gauti þeir er fucking aumingi. Já, nei, mér finnst eitthvað ég er mjög hræddur við sjóinn. Já, mér finnst sjórinn eitthvað skeri ógeðslega vont bragðanum, að fullt af rusli í honum og síðan eru ekki bara vont bragð af honum. Hefurðu farið í sjó? Hefurðu smakkað geimurinn er ekkert eitthvað? Þú getur ekki neita því, sjórinn er bara fiskibráð og salt og erfitt. Súrt bragð af sjónum. Hafið tekið nætursund í sjó? Já. Er það? Já. Ég fer reglulega í Nauthólsvíkina í sjósund. Ok, ég endur á þetta. Hefur þú farið í nætursund í sjó út í útlöndum? Nei. Ég hef gert það. Ok, nennur aðeins walk me through it upp á, ég er svo ógeðslega, langar að gera því, ég er bara ekki að hrættu við það. Ertu að meina, ég var bara á einhverju, þú veist, ég var bara á Spáni og Þú fórstu bara í sjóin og bara kolniða myrkur, eða? Já. Var það ekki cool upplifun? Jú, það var mjög cool upplifun, en það endaði næstuði illa og kona mér var mjög reið við mig. Nú? Fóruð þið töpala það? Hún fór ekki, ég fór.
fór aðeins svo langt og það voru öldur Djöfisins nagli maður já, en þú veist, þetta var bara ég einhverju algjöru kæruleysi, eitthvað nýkomin að einhverju tónleikafestivali, einhverju reggae-festivali vorum að koma aftur í bæinn og maður bara eitthvað í banastuði og syndi aðeins svo langt, en þú veist, ég bjargaði mér og ég var aldrei hræddur, það var einhvern veginn ekki fyrir en eftir og sem ég var alveg hvað var ég að gera, þú veist þetta er svona maður bara, ég er náttúrulega bara geggjaður sundmaður, mjög skeri, sko ég kann ekki skriðsund ég bara læriði það aldrei bara busla ég ætla að fara með magasund eða bringusund myndi magasund já, ég get synd baksund og bringusund og kafsund og eitthvað svona og kafsund? Já, það fer bara kaf og gerir saman tökinn en ég hef aldrei náð sama einhverni sko, þetta hérna make a sense fyrir mér en þú gerir bara þetta með fótana en af hverju myndir ekki bara gera svona, það er betra að gera svona heldur en að vera svona mér finnst það líka svona eitthvað pínu svona show off alltaf anda en þeir sem að synda samt skriðsinn náttúrulega er alltaf miklu fljótari já, mér finnst það líka svolítið svona hvað það drífa það svona? Veistu hvað það tala af því þú ert að drukkna til dæmis Ólafur Darri í djúpinu það var betra að synda sko hraðar í land heldur en að ég verum ekki að tala um eitthvað að fara í Vesturbælaugina skilur og chilla nei, við erum að tala í sjónum já, ef ég er í sundlaug ef ég bara að synda nokkra færið þá syndi ég bringusund að vera alltaf eitthvað já, en þá flugsund er það ekki bara pirrandi? Sko, er flugsund ekki bara frekar impressive? Það er einhver ótrúlega tækni sem ég skil ekkert í jú, en er það ekki impressive að gera selur? Mér finnst það svo, jú, það er bestið það er svo höfrungur eða eitthvað ekki mér er svo selur en jú, það er mega impressive en er samt impressive að gera hluti sem að er basically óþarf að gera veistu hvað að tala á hvað syndur ekki bara vennilega? menn kannski er hann betri í því bara hérna er hann að fara yfir obstacles? Er hann að læra ef hann verið fangaður í neti eða eitthvað? Þetta er náttúrulega bara ákveðin tekni þú getur alveg, ef við færum þetta bara og það hlaupir ekki svona, þeir eru ekki að valhoppa já, þú getur alveg sagt þetta hjólabrett okkur rennur ekki bara beint áfram okkur þú láta snúast í hringi það er rétt vel, hlaupir fyrir eitthvað basics það er ekki praktikal að gera neitt þú getur sett, þetta er ofta svo maður heyrst þetta fótbolta, hvað, þetta eru bara menn að sporka bolta í net nei, þetta er ekki það, þetta er endalaust þjálfun samhæng, liðsandi þetta er ekki að sama og ég fatt alveg kepp í sundi en ég fatt ekki okkur byggu til eitthvað nýtt sund og ég held að það verið hannig að það var eitt gaur bara verið ömulur öllum hinum sundunum verið geggjar í flugsundi og einhvern veginn skvísaði inn í þetta og það er mest eins og þú eru að tala um fótbolta væri bara í allt í einu væri bara eitthvað pása og þeir taka bara einspark eða eitthvað skilur, takk þú svona fótbolta leik og svo bara sá sem tapar sem oftast í marki, hann verður rassaður skilur, mér finnst það sambarlegt þú veist, því að skriðsund, bringusund baksund, allt svona ég fatt alveg ákveð að gera baksund við köllum núna bara eftir upplýsingum inn á Instagramið okkar frá fólki sem syndir flugsund af hverju í fjandarum að syndir ekki bara bringusund já, please, og ég er ógeðslega spenntur að heyra þessa ástæði ég held að þetta sé bara til að þetta sé bara eitthvað þetta er bara svona íþrótti, þetta er bara tækni það er að keppna í ákveðinni tækni bara þessu frjálsíþróttum og öllu fjandanum þú veist, það er bara svona að við erum að keppa í þessu núna eru þetta reglurnar þetta er ramminn sem við erum að vinna það meikar allt sem ekki sens fyrir mig nema nei, þetta er bara activity þetta er bara einhvers konar leið til að skemmta sér og challengea þér á nýjan hátt í raun og veru skiptir ekki neitt neinu máli og allt er fárlegt þegar kemur, ef þú setur upp í það samhengi það er mjög grillupæling til dæmis að fara og standa kjurri einhvers staðar og lifta lóðum upp það meikar ógeðslega mikið sens samt nei, það meikar ekki mikið sens af hverju ekki? bara á nákvæmlega sama hátt þú styrkið líka með flugsundi wow, slam tekin hana en samt, þetta er mest eins og að lifta lóðum ég hef alveg sér gauri ræktinu verið að gera eitthvað æfingar sem ég bara eitthvað, okkur liftir ekki bara vennilega ég er bestið að tala um það, bringusund er bara eins og venjulega liftingar og svo er svona freestyle-liftinga gæi á hvolfi að fitnesspýr í ræktinu er oft svona standa öfugt í tækjunum og er að gera svona það er flugsund það er fótatæki sem maður á að sitja í þetta er rassaæfingar það standa ón að því og gera rassaæfingar það er líka stelpa búin að finna leið til að gera rassaæfingar úr öllum tækjunum
Ég er ekki að tjóka, mér finnst það og mér finnst það impressive, eins og flugstundi. Strákar mættu gera meira rassaðingar. 100%. Ég svolítið farin að gera rassaðingar. Nei, ég er ekki að segja að mig ekki gera rassaðingar, en að nota tæki öðruvísi en að nota til þess að fá maximus. Hvaða tæki? Verið að nota til að gera rassaðingar? Nei, þú að nota ykkur tæki öðruvísi en að nota til þess að fá... Ég myndi gera það ef ég myndi kunna það og haft hugrekkið í að gera það. Já, þú þarft hugrekki. Þá myndi ég gera, já, ég meina þú þarft einhverja reynslu og þú þarft smá hugrekki. Ég er bara ekki nógu hugrekkur. Ég er að pæli að einblína eins á rassin núna. Þú hefði nú ekki gott af því að gera eitthvað stærri, sko. Ég er með huge rass, en ég er að tala um að svona mótan betur, gera hann að meiri, lifta honum aðeins upp. Það er alltaf allir til í það. Já, lifta honum aðeins upp í það. Þetta er algjör misskilningur að fara bara, hafi ekki séð þess að þrýðninga góðra sem er ógísla stóru alltaf ofan að þeir eru búin að taka backpressu alltaf þegar maður er eftirna og með pínlítinn bött. En þrýðningur, þeir ekki allir bara geðveitt, er það tala um vaffgóðra? Þrýðningur, geðveitt proportionate, skilur? Ég meina vaffgóðra. Já, ok. Þrýðningur kóli. Þarna, en það er spurning við erum að reyna út á tíma. Það er spurning, vil ég ekki kynna segja öllum hvað þetta er og hvetja þess að fá okkur að posta og svona, og geggja ég sá story hjá okkur í gær. Varst þú ekki bara að því? Já, fólk er byrjað að senda okkur fólk er byrjað að senda á okkur bæði í engaskilabóðum og taka, við viljum fá innsýn í líf fólk sem er að hlusta á okkur, við viljum tengja andlit við þáttinn, við viljum heyra hvað þið viljum fá meira af, hvað þið viljum fá minna af. Og ég er sérstaklega til í ef það er einhver, þú veist, ef það er einhver topics sem að þið vilja að við tæklum, sem að hafa á tilfinninguna að við getum verið með áhugaverð take á, þá bara hit us up. Og finnið okkur á Instagram, Facebook, við erum náttúrulega á Spotify eða Apple, þeir eru líklegast að hlusta á þar, en við erum líka á YouTube eða vilja horfa á okkur. Ég til dæmis HD. Ég er í Hlíraból núna og er að sína tattooinn. Arnar er í Focus. 4000K. 4000K, ok, þetta er ekki 4K, en þetta er Full HD. Full HD. Já. Ég er ekki ennþá búin að tala um kaffi og geitungu, ég gleymi alltaf. Kaffi og bíflur. Í næsta þátti? Já, við tökum það í næsta þætti. Hann heiti Kaffi og bíflur. Kaffi og bíflur. Ok, sæll og blessaður.